Já, komið sæl. Það hefur verið mjög svo ákveðin austanátt á landinu í dag og sérstaklega þá með suðurströndin og það sjáum við hér í þessum hámarksvindi sem við hefur verið að mælast hér síðast á landinu. Þetta er 10 mínútna meðalvindur og sló í 32 metrar á sekúndu á Stórhöfða, kviður eðlilega þó nokkuð hærri en það og svo var einnig á Ingólfshöfða að mælast 29 metrar á sekúndu. Þetta er aldrei svona sérstakar aðstæður auðvitað á Stórhöfða þannig að þetta er kannski ekki alveg svo vindur sem við tilmynd að mælast niður í Vestmannaeyjabæ. Og hvað var að hitasvið að sjá að það eru bara fínustu hitatölu hér sunnan til, hámarkshitinn fór í 11 stig í Skaftafelli og hér á suðvesturhorninu voru að sjá 8 stig en það var dálítið napurt norðanlands síðastliðna nótt þar sem frost fór mest í rúm 7 stig. En í stóru myndinu þá er nú ekki mikið að breyta sig okkur þessi austanvindar sem hafa verið viðvarandi að undanförnu að þeir halda velli áfram lægðirnar athafna sig hér suður í hafi og við sjáum þá eftir á hitakortinu að þetta verður alltaf að gera með svona hvað þessi stóri bóli svo kalla er að finna, hann er mjög sunnar á öllu jöfnu og það gera að verkum að nýja lægðir er að fæðast enn sunnar en svona í meðal ári getum við sagt. En þessi lægð hér suður af að hún reynir svona hringsnýst aldrei sína eigin þungamiðju og þannig að það er ekki mikið sem er að breytast hjá okkur næsta daginn. Ef eitthvað er þó svona kannski dregur aðeins svona úr vindi frá því sem við vorum að upplifa í dag og ekki að sjá neinar markverðar breytingar heldur á hitasviðinu. Svona viðbúið að næstu dagar verður svona nokkuð svipað hvað var að hitafar og við sjáum að hvað svona þetta hlýjar ofta það er töluvert langt söður í hafi og bleiki liturinn yfir Norður-Ameríku það er þá stóri bóli sem ættir að vera mun norðar og heimskautasvæðum Kanada. En á nærmyndinni þétta þrýstilinu yfir landinu eins og við sáum þá á hámarksvindinum í dag, bjart veður á vestanverðu landinu, svona hefur ringt eitthvað örlítið fyrir austan örfáu millimetrar og hvað þá mest á Seyðisfirði og Neskaupstað. En ef við keyrum hreyfimyndina þá sjáum við það svo sem breytist ekkit ýkja mikið hjá okkur til morguns. Kemur kannski eilítið meiri raki inn í þetta hér þegar líður á morgundaginn austanlands, fer hér vestur yfir land, það getur þykknað upp hér á suðvesturhorninu allavega tíma á morgun og hitatölur þeirra klukkan 2 á morgun eru svona víðast hvar á láglendi yfir núllinu og getum alveg hæglega að sé þetta 8-10 stigi hita hér sunnan til. Þegar hér er komið svo bjartasta veðri þá á norðvesturhorninu skýjað að öðru leyti og getur ringt bæði sunnan og vesturlands og síðan það sem eftirliður 50 dags þá sjáum við þennan bakka fara hér yfir vestanverðu eins og ég sagði áðan getur þykknað upp tíma en þegar kemur fram á föstudaginn þá bæði dregur úr vindi og rofar nokkuð víða til þegar líður á daginn. Því orðið frekar úrkomulítið í þessu hér austanlands miðjandag á föstudag, bjart veður víða á vesturhelmingi landsins og hitatölur áfram áþekkar. Og þróunin síðan fram inn á helgin er að það stefnir svona í það allan að fyrirpartur helgarnar verði pollrólegur hvað varðar veður, hæglætis vindur, getur komið eitthvað lítið úrkoma inn á norðurströndina en þurrviðri og jafnvel bjartviðri svona að mestu leyti. Svo er svona spár að gera ráð fyrir því að hugsanlega þá á sunnudaginn þá getum við fengið aðeins meiri raka inn í þetta hér skilabakkin sem kæmi upp á suðurströndinni en hafði að öðru leyti litla breytingar. Í Evrópu og þá er háþrýstisvæði hér yfir Norðurlöndunum, kalt þar, sólríkt nokkuð víða en þessi hæðir að dæla síðan köldu lofti hér til vesturs yfir Evrópu og við sjáum að það er þá bæði nokkuð óstöðugt veðurlag og til að mynda mun rigna víða á Íberíuskaga á morgun. Á Kanaríeyjum ætlar að verða svona nokkuð skýjað en svona háþrýstisvæði yfir ágætis hiti og í Norður-Ameríku þá er kalt í norðvesturhlutanum eins og við sjáum hér 14 stig í Minneapolis og frost til að mynda í New York og Washington. En skulum segja þetta gott að vera í dag. Verið sæl.